Ísland mikið í fjölmiðlum. Hvað segir í Telegraf í dag? Ísland tákn fyrir græðgisvæðingu heimsins. Já, svona þessa hagstjórn svona, eða þessi, já, eitthvað í þá verinu. Já, þessa hagstjórn sem byggðist á því að maður menn ætti að lesa þetta Reykjavíkurbréf Moggans í dag. Það hérna talað ofurlaun forstjóra og þar talað það vitnað í umræður í Þýskalandi sem talað þessa vogunarsjóður og slíkt sem engisprettu faraldur. En það eru þeir vont einkenni á nútíma fjármálumörkuðum, einhverjir sem eru alltaf að fá gróða sinn á ógæfu annarra, veðja á einhverja hluti. Ég meina þessir vogunarsjóður eru núna helsta ástæði fyrir hækkun matvælaverðs í heiminum og það eru fátækustu þjóðir í heimi sem líða fyrir það. Það ógurlegt. Kristinn, ég fekk þín á hingað, við vorum að ræða svolítið reyndar þessar efnahagsaðgerðir. Eitt af þessu og þú hefur vakið athygli á því, það þessi 60 milljarða króna skattaeftirgjöf sem eitthvað fyrst alveg þetta núna uppræðið sem það skilur ekki og svo einhvern veginn ámaður einhvern veginn bara erfitt með að koma því saman við þann raunveruleika við sem borgum tekjuskatt og fleira. Við fáum aldrei hérna eftirgjöf á neinu. Nei, ég átta mikið á því að Ríkissjóður fer í þennan leiðangur. Árið 2006 var gjöfult ár. Það ár var talið fram og frestað söluhagnaðar af sölu hlutabréfa upp á 336 milljarða króna. Þeir sem að frestuðu þeim söluhagnaði þurfa að grípa til ráðstafana fyrir árslok núna 2008. Þeir geta annaðhvort greitt skattinn af þessum hagnaði eða fjárfest í öðrum atvinnutækifærum og geymt hagnaði þar. Það þýðir ekki að ríkið missi af þeim tekið, það bara að koma síðar. En með þessu lögum sem orðin eru, þá þeir lausir við allar kvaðir að borga skatt, hvort sem það nú eða síðar, og geta fært það í sínar bækur. Þannig að jafnaðisreikningum fyrirtækjana mun núna næstu áramót skuldbindingar upp á þessa fjárhæð verða breytt í eigið fé. Og þetta fyrst og fremst í fjármálafyrirtækjum. Þar sem að þetta verður svona nefnum milljörðum króna í sömu þeirra eftir sem næst fyrir komið. Þú segir að þetta séu 60 milljarðar króna sem eru gefnir eftir það? Já. Síðan árið 2007, það gefið til líka. Söluhagnaðar ársins 2008, það verður kannski minna því að ekki verið eins hagstætt. Síðan allur söluhagnaðar sem liggur geymdur í bókum fyrirtækjana frá fyrri árum, til dæmis árið 2001 til 2005, það 300 milljarðar. Þannig að þetta eru milljarðatugi sem liggja þarna út í skattskuldbindingum sem bara verið að strika út. Þú segir á vefðinum að þarna sé verið að grafa undan innviðum þjóðfélagsins. Já, vegna þess að ég lít svo á að allir sem að búa í svona þjóðfélagi eins og við búum í, þeir eiga að taka þátt í því. Þeir að leggja því lið, byggja það upp, byggja velferðarkerfi, leggja til þess með sköttum sínum og starfi. Og það á enginn að vera stikkfrí í þeim efnum. Við að búa vel að fyrirtækjum landsins, við að hafa hagstæða skattalöggjöf fyrir þau og ég stíð til dæmis tilvonum sem var hér í að lækka tekjuskattinn úr 18% í 15%. Tekjuskatt fyrirtæki úr 18% í 15%, sem orðið að lögum. Já, mér finnst það allt í lagi. En að gefa þeim eftir skattana og segja við að þið þurfið ekki að leggja neitt til velferðarkerfisins. Þið þurfið ekki að leggja neitt af ykkar hagnaði til heilbrigðiskerfisins, til menntakerfisins. Það finnst mér vera að grafa undan okkar velferðarkerfi. En hvers vegna þetta ekki verið að gera það vegna sem fallega þeir eru ekki með þess peninga lengur? Nei, þetta snýst ekkit það. Bara alls ekki, sko. Það svo sem ekki endilega grípa inn í þetta núna, en þetta reyndar ein af tillögunum sem komu út úr þessu starfi Ísland sem alþjóðlega fjármálamiðstöð. Og þetta snýst það, eins og kannski Kristinn þekkir, það nú fáir töluglegri menn en hann sem ég þekki, að auðvitað hefur lítið af þessum peningum verið borgaði gegnum tíðina vegna þess að fyrirtæki, eðli málsins samkvæmt, hafa alltaf fleytt þessu áfram, fjárfest innan þessa tíma í einhverju öðru til þess að greiða ekki skattin af þessum söluhagnaði. Hins vegar hafa fyrirtækin okkar og sérstaklega þá fjármálastofnunarnir á síðustu árum auðvitað farið núna skyndilega að borga gríðarlega skatta til samfélagsins. Meðal annars borgaði Kaupþing í skatt á síðasta ári sem nemur útgjöldum til Háskóla Íslands.
okkur munar talsvert þær skattgreiðslur. Þannig að allir þeir sem að tala að það séu alveg eins gott að bankarnir fara úr landi ættu að velta fyrir sér hvað það myndi þýða fyrir þjóðarbúið. Hins vegar það þannig að það fullkomlega eðlilegt sem Kristinn segir hér, það fullkomlega eðlilegt að þessi deilt það, hvort það sé rétt að gefa þetta eftir á einhverju sérstökum tímapunkti. Það var ágætur maður að skrifa á vefinn í morgun sá ég, hann stakk upp á því að til þess að jafna þetta upp þá fengið almenningur til skattlausan mánuð. Það var Friðrik Jónsson. Júlí við skattlaus mánuður, það virkar bara mjög fett. En vandinn sá í þessu og það hlut af ástæðinu fyrir þessari aðgerð, ímynda ég mér með að við forsendurnar, að stærstu félögin sem hafa nýtt þetta annar staðar, til dæmis eins og í Hollandi. Í Hollandi hefur það gerst á umliðnu árum að eignarhaldsfélög stærstu bankana íslensku hafa flust til Hollands út af því að þar eru þeir með þessar Indriði Þorláksson benti á þetta stórkostlega skattaunskot. Jú, en það er peningabjörningin. Þessi 450 milljarðar sem á síðustu 3 árum hann hefur fluttið til Hollands og Luxemborgar. Það ekki þeir peningar sem eru að borga skatt af hér og hafa verið taldið fram og verið að fella skattina með þessu frumvarpi. Það eru aðrir peningar. Jú, en það þó ekki einhver óvirðuleg skattaskjól, Holland ekki óvirðuleg skattaskjól. Fyrir utan að fá þennan skatt felldan niður, þá hafa menn haft opna leið, ríkið hefur ekki lokað henni með löggjöf sem hún getur gert, hún haft opna leið til að flytja þessa pening á landi, eins og 450 milljarða, koma undan sköttum, skráð söluhagnaðinn þar sem átti sér staðið viðskipti hér á landi og arður sem greiddur eigendum fyrirtækja af starfsemi sinni hér á landi, eins og Landsbankans og slíkra. Hann greiddur eins og Landsbankinum það byrja helmingur af eignaraðild af honum með skráðu erlendis, þó að það sé öllum líkindum íslensk fyrirtæki og það þýðir að arðurinn sem greiddur fyrir hagnað ársins greiddur til Hollands og samkvæmt samningum borgar menn ekki fjármagnstekjuskatt af þeim arði. Þannig að það byrja helmingurinn af arðinum hjá Landsbankanum, þriðjungur hjá Glitni, hann rennur til úr landi og af honum ekki borga neyri fjármagnstekjuskatt. Nei, en spurningin og mér finnst að menn bara ekki fá að komast Ég skil alveg það sjónarmið, þá spyr ég á móti, viljum við fá þá allavega skattekjur af þessum helmingi eða viljum við setja upp reglur sem verða til þess að við fáum ekki neitt vegna þess að helmingurinn sem þó borgar skattana hér fer líka til útlanda og þá fáum við ekki neitt. Eins og Indriði Þorláksson leggur til og hefur sennilega lagt til meðan ríkisskattstjóri að hér verður sett löggjöf sem skyldi innlenda aðila til að gefa upp hlutafjáreign sína erlendis. Þannig að íslensk skattyfirvöld geti skoða hver hún hvar geima peningana og hvort þeir hafa borgað skatta þar og ef þeir hafa ekki gert það, þá borgið skatta hér. Mér finnst það sjálfsagt. Mér finnst það eigi allt saman að liggja upp á borðinu að sjálfsögðu vegna þess að einhver staðar á að borga skatta. Ég meina, ekki spurning. Við höfum öll að vera með í þessu þjóðfélagi. Vegna þess að við launamennirnir komumst ekki undan því og þá eiga fyrirtækinu auðvitað ekki gera það heldur. Mér finnst eins og að þau eigi að hafa frelsi til þess að velja sína heimilsvist. Að mönnum sé ekki að, það má vera með þessi bara heimskur og fávís, en að þeim sé ekki að takast að skýra þessa aðgerð og maður fær þess að því að það séu 2 þjóðir í landinu. Það var allavega mikill meirihluti fyrir þessari breytingu. En ég fekk í það að þessi skattfrestun sem hefur tíðkast í mörg ár og með geima gamlan söluhagnað í nýjum fjárfestingum, að það veldur fyrirtækjunum vaxandi vanda eftir sem á líður vegna sem komast ekki undan skattgreiðslu með frestun, hann bara vex, þess að það orðið mjög þungt fyrir fyrirtækin og þess vegna held ég hafi verið mjög knúið á að fella þetta niður til að losa þið úr þessari snörru sem þetta og endanum ef að lögunum hefði ekki verið breytt, þá höfðu þessi fyrirtæki borgað skattinn. Já. Og í staðan fyrir að vera á fjárfestingafyllir í sem að... En þetta var auðvitað ekki óumdeilt. Við sögðum það frá því í markanum meðal annars að það komu mjög harð andmæli við þessu frá embætti ríkisskattstjóra þar sem var einmitt bent á þessa leið en þetta hefur samt verið afgreitt með miklu meira þetta greinilega á fara aðeins annað. Magnús Hafsteinsson og Amal Tamimi að koma hérna réttir. Það eru mikil tekist á innflytjendamálin, Kristinn, meðal annars á Akranesi og svona. Hver þín sýn á þetta sem þingmaður Frjálslynda flokksins? Ég held að menn verði að hafa aðalatriðin skýr í þessu af því umræðan hefur verið dálítið heit að auðvitað styðjum við eins og aðrir að hingað komi flóttamenn. Íslendingar hafa ekki lagt mikið af mörkum í þeim efnum undanförnum árum. Ég held að það séu 500 flóttamenn sem hafa komið til Íslands síðan 1959 eitthvað slíkt. Og við getum gert miklu betur í þeim efnum og eigum að gera það alveg eins og við eigum að styðja við flóttamenn erlendis þar sem þeir eru á hverjum tíma. Það sem Magnús Þór hefur bent á að menn þurfi að ræða þessa hluti og menn þurfi að fá skýr svör flóttamenn á hverjum tíma. Þannig að menn geti, eða sveitarfélög geti undirbúið sig vel undir sitt verkefni.
Og ég held að það sé eðlilega kröfur að umræðan fari fram og upplýsingar komi. En hitt verða menn hafa alveg ljóst að menn leggjast auðvitað ekki gegn því að hingað komi flóttamenn. En finnst þér ekki að Magnús hafi gert miklu meira heldur en það bara að benda á að menn þurfa að ræða þessa hluti? Finnst þér hann ekki að gengið miklu lengra í yfirlýsingum heldur en það? Ég hef nú skoðað greinargerð sem hann setti frá sér sínum tíma. Það var nú við sem hefur sagt í fjölmiðlum og síðum og svo framvegis. Ég trúi ekki, Kristinn, að þú sér saman skoðunar og hann það snertir. Ég held að örugglega skoðanir Kristins séu miklu svona hófstilltari. Magnús kemur þetta reyndar á eftir, þannig að við erum ekki að tala um fjarstaddan mann. En ég skal segja þér að þú segir sem sagt að við höfum ekki tekið á móti of miklu flóttamönnum á Íslandi og við getum tekið á móti flóttamönnum. Er það ekki rétt? Kristinn, er það ekki rétt muna hjá mér að í kosningabaráttunni þegar Frjálslyndir tóku upp innflytjendamálin þá hafi það sérstaklega hinna umdeildu innflytjendastefnu að þá hafi verið sérstaklega tekið fram í ykkar pappirum að þið styttu móttöku flóttamanna. Það tel ég upp á og ég til dæmis skoðaði heimasíðu framboðsins á Akranesi fyrir bæjarstjórnarkosningunum 2006 sem var gefið meðal annars út á ensku og það eru mjög skýrar stefnuyfirlýsingar til útlendinga og alls ekkert í þá veru sem menn vilja vera að láta. En þá spyr maður sig af hverju verður það skyndilega núna þannig að Frjálslyndarflokkurinn og formaðurinn og allir eru á móti þessum tiltekna hópi flóttamanna. Það er svo spurning sem liggur í loftinu. Það er nefnilega misskilningur. Það hefur engin lýst yfir andstöðu við því að þessi flóttamenn komu til Akraness. En það hefur verið gerð athugasemd við undirbúning málsins. En þetta lítið þannig út fyrir almenningi. Og það bara segist þessu. Nú hef ég hort svolítið á málflutning Frjálslyndra fyrir kosningarnar síðast. Og margt af því sem voru að segja var mjög skynsamlegt að hefta eða takmarka flæði vinnuafls og allt þetta, svona aðeins að tempra innstreymið. En þetta snýst alltaf upp í það að það er einhver sem eins og Jón Magnússon skrifa grein Ísland, var það fyrir Íslendinga eða hvernig það var, umræðan fer alltaf út í það að menn eru kallaðir aðstætt. Það er að því að umræðan innflytjendur er tabú. Við hefum bara að taka á móti þeim, vera góðu og allt það, en við meðum ekki diskutera kost og galla. Og Akranesmál lítið þannig út fyrir all flestum að Magnús sé hreinlega á móti þessum vesalins einstæðu mæðurum frá Palestínu. Þetta snýst ekkert En ekki bara fyrir all flestum, það klofnaði meirihlutin sprakk. Ég sem er gráð. Vegna þess að menn voru ósammála þessu uppleggi. Þakka þér fyrir að koma, Kristján, og þér, Björn Ingi, ég hlæmdi að spyrja einu. Finnst þér vont að vera ekki lengur í borgarstjórninni Reykjavík? Nei, ég skal vera alveg heiðarlegur með það að ég er ákaflega hamingjusömur miklu útskipti. Einhverju töldu sjálfsagt að ég væri í vandamálið í málinu en það leystist allavega þá ekki við brotthvarf mitt en ég óska því að þetta fólk nái einhvern veginn að koma þessu heim og saman áðan að langt líður. Ég held að Reykvíkingar eigi það skili. Þetta er hörmulegt ástand þarna. Já, ég geri sem sagt mál hér og þakka ykkur Björn Ingi og Kristinn. Já, takk.